Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og velkomin í þátt númer 2. Jú, tæknilega sé þátt númer 2 af þessu hlaðvarpi. Þessi þáttur ekki neitt framhald af fyrsta þættinum, þannig að það ekki nauðsynlegt að hlusta á þátt númer 1 til þess að skilja hvað ég að tala í dag. En ef þú veist ekkert hvað í gangi hérna, þá mæli ég með því að hlusta á kynningarþáttinn, það að segja þátt 0, sem bæði til á íslensku og á ensku. Í dag datt mér í hug að tala uppritanir. Og hvað eru uppritanir? Jú, uppritanir eru textar og þá sérstaklega þá textavinnsla þar sem að maður skrifar upp texta út frá einhverju sem maður heyrir. Það geti til dæmis verið eins og að skrifa hjá sér glósur eða punkta á fyrirlestri eða í skóla. En fyrir fólk eins og þig sem að ert eflaust að hlusta á þetta hlaðvarp, þá þýðir uppritun yfirleitt að þú hlustir á einhvern tala, erlent tungumál, og þú reynir að skrifa upp nákvæmlega hvað það sem að manneskjan að segja. Til að sletta á ensku þá á ég við transcription. Uppritanir geta verið mjög gagnlegar. Það þvinga mann til að hugsa mjög vandlega hvað það sem í rauninni sagt. Maður hlustar mjög varlega á hljóðin sem eru sögð og borin fram, og maður vandar sig við það að reyna að vita nákvæmlega hvernig orðið sem var sagt sé skrifað. Þetta getur verið góð leið til að prófa sig áfram og ná æfingu í því að hlusta og líka til þess að vita hversu góður maður orðinn í að hlusta. Ef að maður orðinn viss það hvaða orð sé sagt og sú þekking svo pöruð saman við lestrarkunnáttuna sem maður komin með, sem að sýnir þá vonandi fram á að maður veit hvernig töluð orð eru skrifuð á blaði. Sumir verða mjög góðir í þessu mjög hratt, en sumum finnst þetta mjög erfitt. Ég hef rekist oft á það þegar að ég að kenna nemendum sem eru að læra íslensku hjá mér, að það alls ekki sjálfsagt að það hvernig þú segir orðið eða sum orð séu skrifuð á þann máta sem að þau eru í rauninni skrifuð. Ég held að tungumál séu mjög miserfið þegar að þessu kemur. Tungumál sem að eiga flókna forsögu, eins og til dæmis enska, mjög erfið þegar að þessu kemur. Til dæmis eru orð eins og hear, heard, að heyra og heyrði, skrifuðu næstum því alveg eins en hljóma mjög ólík. Svo eru önnur mál sem að eru með talsvert flóknara og þróaðara talmál heldur en ritmál, þar sem að talmálið kannski orðið svo hratt að fólkið sem talar tungumálið næstum því hætt að bera fram stafina sem að eru skrifaðir í orðunum. Þá dettur mér til dæmis í hug franska og danska, en það eru bæði tungumál sem að sleppa oft
beinum framburði á til dæmis samhljóðunum sínum. Ef það kemur R í lokin á dönsku orði, þá það ekkert endilega borið fram. Og eins sérhljóðar og sumir samhljóðar jafnvel í frönsku sem það hreinlega sleppt, nema ef það til dæmis sérhljóði í næsta orði sem þú segir og þá það ekki dan heldur dans. Og svoleiðis dæmi má eflaust finna í mun fleiri tungumálum. En ég held að stór hluti af þessu vandamáli sem fólk á með að ná að rita upp vel sé að það ekki ennþá búið að ná að opna eyrun fyrir hinum litlu hljóðum sem að fela sig inni í málinu. Og þegar ég segi fela sig inni í málinu, þá meina ég það næstum því bókstaflega. Því núna var ég til dæmis að segja litlu hlutunum. Litlu. Litlu stafað L-I-T-L-U. Litlu. Af hverju kemur H-hljóð á undan T-nu, á milli E og T? Ég veit það ekki. Þannig hljómar bara málið. En af hverju skrifum við þá ekki H-ið? Það var bara svona sem að bókmálið þróaðist og hvernig talmálið þróaðist. Ef að þú myndir segja orðið eins og þú sér það skrifað og segir litlu, þá myndi ég strax vita að þú ekki komin mjög langt með tungumálið og að ég geti jafnvel misskilið hvaða orð þú ert að segja. Litlu? Hvað það? Ó, meintirðu litlu? Munurinn smávægilegur, en hann eða getur oft verið mikilvægur. Það sem erfitt og leiðinlegt við svona uppritunaræfingar sem að margir gera þegar þeir eru að læra nýtt tungumál að það getur verið erfitt að vita hvort maður sé að gera nokkuð rétt. Auðvitað eru til orðabækur sem að gætu kannski dregið mann nær svarinu. Það geta verið til réttritunar orðabækur sem að gætu líka hjálpað. En til þess að nota þær þá þarf maður líka að geta flett rétt upp og svo eru auðvitað til gervigreindar forrit sem að geta hjálpað manni að rita upp texta. Ef þú bara gefur þeim hljóðskrá og lætur forritið rita upp textan fyrir þig. En að tungumálum eins og íslensku, þá allavega eins og staðan í dag ekki ennþá komin nein sniðug og góð þjónusta sem að nógu rétt til að það sé hægt að treysta á hana. Þannig að það mjög auðvelt að rita mjög vitlaust upp. Ef að maður ætlar að vinna á eigin spýtur eða ætlar að treysta á tækni aðstoð, þá hvort tveggja mjög erfitt. Það hins vegar alltaf góð æfing að láta á það reyna, því að þó að maður viti ekki nema 50% eða geri bara 50% rétt, þá vill maður nálgast 60% eða 70 eða 80 eða jafnvel upp í 100%. Og til þess að komast þangað, þá þarf maður að komast í gegnum erfiði. Og það með erfiði sem að okkur tekst að læra hlutina. Þannig að eins og þú ert að hlusta á mig núna og ert ef til vill að rita upp, já, eða ekki, kannski ertu bara að hlusta á mig, þá hvet ég þig áfram að opna eyrun fyrir hinum ýmsu skrýtnu hljóðum sem finnast í málinu.
Því þeim opnari sem þú ert, þeim mun sneggri verðuru að ná að skilja hljóðin og að geta beitt hljóðunum til þess að skilja og tala betur íslensku. Núna hef ég beitt ágætlega miklum tíma í að tala hversu erfitt það er að gera svona uppritanir og þá einmitt bent líka á að það sé að hluta til vegna þess að það er ekki hægt að vita hversu vel manni hefur gengið. Þannig að ég hef búið til mínar eigin uppritanir af þessum þáttum. Þær má finna á Patreon síðu þáttarins. Þar mun ég hafa skrár sem að eru uppritanir af þessum þáttum. Þannig að ef þú hefur áhuga á því að læra að skilja betur tenginguna á milli ritaða málsins og talaða málsins, þá getur þú hlustað á þættina og lesið þá samtímis. Eða í sitthvoru lagi að þú hlustir fyrst á þáttinn og svo lestu textan, eða í öfugri röð og sérð hvort þú náir að skilja og taka eftir því sem að kom þér á óvart eða var ekki eins og þú hélst að hlutirnir væru. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Takk fyrir að hlusta jafn langt og þú hefur náð og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.